Halló. Heyrið í mér? Já. Að sjá. Já, takk Steini. Ég ætla að taka hérna fyrirlestur innpökkun og rekstur á hugbúnaði með konteinertækni. Og áður en við förum í sýnidæmi sem ég ætla að taka á eftir, þá að skilgreina aðeins hérna hugtakið smáþjónustur eða microservices. Það mjög algengt hugtak í kringum þessa konteinertækni. Og þessar smáþjónustur aðferðafræði við að brjóta upp forrit og gera þau að smærri einingum í formi lausbundna þjónusta sem að hópur af einstaklingum með mismunandi færni getur séð að viðhalda og skila þannig af sér hugbúnaðnum og viðhaldið með meiri hraða og auknum gæðum. Og til þess að skýra aðeins út hvað Docker eða konteinertækni, þá langar mér aðeins að koma inn á söguna í kringum konteinera. Og árið 2000 þá kemur fram í BSD-stýrikerfinu, þá kemur þessi jails möguleiki að fangelsa inn hugbúnað í formi með því að setja upp þessi svokölluðu sneiðar og þannig fangelsa inn hugbúnaðinn. Og sirka árið seinna þá er Linux-samfélagið líka byrjað að pikka þetta upp og farið að prófa þessi áfram. Og þá kemur þessi svokallagi Linux vServer og þetta var svona fyrsta konteinerútfærslan og það var dálítið mikið viðhald á þessu. Það var að plástra dálítið mikið kjarnan til þess að fá svona þessa upplifun að þú værir svona komin í sér user space. Svo 2006 þá kemur inn í Linux-kjarnan og þessi konteinertækni mjög tengd Linux-kjarnanum að þá að koma hérna C-groups sem áður hétu CPU sets en það gerir í kjarnan kleift að grúpa saman keyrandi prósessa og stýra þeim aðföngum sem þessi prósess hefur aðgang að. Það er að segja að við getum allokatað diska, minni og CPU og bremsa það niður. Svo í kringum 2008 þá að koma inn í kjarnan þessi svokölluðu namespaces. Þannig að það að grúpa saman inn í ákveðnu namespacei þessa prósess sem þú ætlar að nota. Þannig að þú sérð í rauninni bara það sem búið að mappa fangað inn. Nú í kringum 2008 þá IBM leggja þeir mikið til inn í þetta svokallaða Linux Container Project sem að kemur þá á sögusviðið og það er náttúrulega mikið hérna, ef maður hefur þekkið mainframe þá er svona mörg hugtök hérna sem manni finnst oft keimlík í þessu. Og svo í kringum 2014 þá frá 2008 til 2014 þá menn mikið svona pæli bara svona öryggisstiginu því að þetta ekki sýndavél, þetta er svona umhverfi sem búið að læsa því inn í, það nógu öruggt og svo framvegis. Og þá verið að bæta við stuðningi við Security Enhanced Linux, þar sem þú ert með Mandatory Access Control og einnig Secure Compute Mode. Og þetta svona aðferðir, má segja, policy frameworks við að bremsa niður hérna, þau forrit sem að keyra og hvað þau mega. Nú í kringum 2015 þá er Docker að koma fram á sjónarsviðið og þeir eru að koma með nýja innpökkunar aðferð við að búa til svona konteinera. Og þeir svona einfalda dálítið lífið og svona þeir sem að þekkja til dæmis Git, hugbúnaðarstýring og þetta er orðið svona keimlíkt svona að vinna með þetta. Og sama tíma þá er fyrsta official releaseið af Kubernetes að koma fram á sjónarsviðið. Var áður Borg hugbúnaður og í kringum 2016 þá kemur inn uppfærð útgáfa af Docker þar sem að Swarm möguleikin komið til sögunar. Þar sem að þú getur verið með margar compute nóður og dreift í rauninni konteinerunum þar á milli. Og einnig kemur fram native útgáfur fyrir Maca og Windows Server og Windows 10. Nú við erum með nokkra möguleika í varðandi konteinertækni þó að Docker sé svona buzzwordið í þessu
að þá eru aðrir svona sem eru inn í þessum geira sem er hægt að skoða og meðal annars hérna CoreOS hópurinn sem er með Rocket, það er svona önnur container engine og þeir fara svona aðeins öðruvísi approach í þessum hlutum. Svo eru þessir eldri sem voru komnir inn á sjónarsviðið en náðu kannski ekki sama brautagengi eins og Linux Container Projectið og OpenVC. Og þar erum við kannski að tala aðeins meira overhead þar sem hefur verið að nota QEMU KFM. Svo læt ég fylgja hérna með bara Linux KFM partinn sem er í rauninu sýndavélatekni, kannski ekki nákvæmlega containertekni. Nú, hver er munurinn á container og sýndavél? Það er svona menn ofta að velta þessu fyrir sig hver er þessi munur og það er svona kannski auðveldast að útskýra það svona hlið við hlið. Ef við erum með vinstra megin þá erum við með vél sem er að hýsa sýndavélar og hægra megin erum við með vél sem er að hýsa containera. Og í báðum tilfellum erum við bara með eitthvað undirliggjandi stýrikerfi sem sér sem keyrir á þessari compute nóðu og svo sjáum við þegar við förum upp í næsta lag þá erum við með hypervisorinn eða Docker engine eða container engine ef við notar annan vendor. Og þá er lagið orðið miklu minna. Þið sjáum að það er stýrikerfi í sýndavélamegin sem tekur eitthvað stóran chunk en í container engine-inu þá sjáum við að hérna fyrir ofan þar sem við sjáum apps bins and libs að það er í rauninni það er ekkert stýrikerfi þarna container megin. Það heldur bara verið að taka inn í containerin þar sem man þarf til að keyra hverju sinni. Þannig að öll önnur forrit sem hefðu verið í stýrikerfinu eins og í sýndavélamegin þau eru þá ekkert endilega til reiðu í Docker containernum. Nú, þegar maður er að byrja í þessu að prófa að segja áfram í notkun containera, þá er oft ágætt að fara bara inn á hubdocker.com sem er í raun svona marketplace fyrir það sem er búið að byggja nú þegar, sem getur verið allt frá gagnagrunnum og stýrikerfum, application frameworks og þess að þar. Svo þegar maður er kannski komið lengra í ferilinn, þá getur maður verið með sitt eigið registri ef maður vill vera með einhver image sem maður vill ekki birta í public space. Nú inn á Docker Hub þá er hægt að skoða svona hver gæði þessa imagea, þú veist hvað er margir að nota þetta, er þetta vottað og svo framvegis. Það er hægt að sjá mismunandi merkingar á því til þess að svona meta áreiðanleika. Og það er mjög auðvelt að byrja í sjálfu sér á því að nota Docker. Það er leiðbeiningar sem að fylgja á þessari vefslóð sem ég læt fylgja þarna og svo fyrir þá sem eru kannski ekki nógu sleipir í skipanarlínunni og vilja svona kannski aðeins prófa þetta, þá er til viðmót ofan á þetta sem heitir Kitematic og það er komið núna, það hefur verið til fyrir Maca og Windows í þó nokkuð tíma og er núna í beta-fasa á Linux stýrikerfum. Svo þegar hérna er dæmi það sem maður er að ræsa upp eitt stykki stýrikerfi og setja í gang bara bass-skel til þess að komast inn í containerinn og sjá hvað er í gangi. Og þarna er screenshot líka sem sýnir hvernig þetta birtist þá í þessum Kitematic viðmóti. Þá getur maður að skoða það þar líka. Nú, Google er búin að keyra sína innviði mjög lengi í containerum. Og hvað haldið að Google keyri marga containera upp á viku? Kannski einhver er búin að kynna sér þetta? En það er slatti. Þeir eru að keyra upp 2 billjónir containera árið 2014. Og þetta er náttúrulega allt öðruvísi aðferðafræði við að keyra fullt af þjónustum að þær eru kannski bara, þetta er ekki lengur gæludýrin okkar, heldur er þetta orðin búfénaður sem að, þú veist, það má henda honum niður ef hann er eitthvað að haga sér illa. Þá er hann bara hent niður og það bara kemur upp annar í staðinn. Nú, af hverju ættum við að brjóta hugbúnað niður í smærri einingar eða kerfi ef út í það er farið?
að við getum með því að brjóta þetta inn í svona mismunandi konteinera, þá getum við einfaldað og aðskilið hlutverkin og við getum náð ákveðinni einangrun, tökum sér dæmi bara gagnagrunn eða eitthvað og þá hann kannski alveg orðinn einangraður og það bara gagnasafnsstjórinn sem sér að viðhalda því image í hópnum. Og við getum fyrir vikið kannski verið með skilvirkari hugbúnaðardreifingu af því að þú búin að aðskilja þetta hlutverkin og þá sem sjáum hvern konteiner fyrir sig. Og það skýrari eign á gögnum. Þannig að gagnasafnskonteinerinn, þar bara gagnasafnsskrár og svo framvegis. Þetta kannski einfaldar, þetta bæði flækir og einfaldar kerfi, má segja. Að þetta kannski gerir það verkum að það er auðveldara að vinna með hvern komponent fyrir sig en kannski ertu að brjóta umhverfið upp í mikið af smáþjónustum og þá þarf kannski svona að læra að vinna með það og það kannski það cloud scheduling lausnir sem eru í boði sem hjálpa okkur við það. Þetta að mörgu leyti einfaldar skölun. Sumir konteinerar eru þá þegar þú ert búin að byggja þú upp að þeir hafa möguleikann að skalast út. Þú getur bara spinnað upp 10 eintökum af honum, þeir eiga að þjóna allir sama hlutverki og þú áttu auðveldara með kannski að meta rétta tækni við lausn vandamála. Kannski byrja með einhvern ákveðin gagnagrunn. Svo kemur í ljós að hann performaði hræðilega illa og hún getur sett annan gagnagrunn undir í testi og hann séð að hann performa betur og farið gegnum prófarindar, svo getur rúllað út í rauninu bara nýja gagnagrunnum eftir að það er búið að prófa það. Nú það eru líka einfaldara náttúrulega að prófa stakar þjónustur og eins og nefndi áðan, það er einfaldara að uppfæra stakar þjónustur. Þú áttu auðveldara með að taka hvern komponent fyrir sig. Nú ég ætla að vera með smá sýnidæmi hérna bara í vídeó. Ég ætla að sleppa þessari slætu af því að annars brenni ég út á tíma, hún aðeins svo löng. Ég ætlaði bara að taka konteiner af GitHub af Docker Hub. En ég ætla að sýna ykkur hvernig við búum bara til okkar fyrsta konteiner sjálf frá grunni. Og þá erum við bara að setja upp einfaldan gagnagrunn og setja í gang. Og þetta er vídeó sem spilar, þannig að ég ætla að láta vídeóbloggaran sama segja okkur frá þessu. Búum til einfalda má kannski hækka eins. Docker innpökkun. Ég ætla að setja upp konteiner með CentOS og ætla að setja inn Apache vefþjón og kópera eina vefskrá inn og ræsa. Nú ef við skoðum möppuna þá ég með hérna eitt stykki Docker-fæl og ef við rýnum í hana þá formatið á Docker-skrám þannig að maður byrjar á því að segja hvaða grunn ætlar maður að nota fyrir konteinerinn. Svo góð venja að setja smá lýsingum hver viðheldur verkefninu. Og svo samanstendur Docker-skráin af mismunandi keyrsluskipunum, þar sem maður er að setja inn mismunandi pakka, konfiga mismunandi skrár og svo framvegis. Svo setur maður upplýsingar hvaða port eiga að vera aðgengileg frá konteinernum sem hægt að tengjast við og ef það eru skráarsvæði inn í konteinern sem maður ætlar að geta mappað lokali á fælsystemið sitt, þá getur maður tilkynnt það líka og eins eru svona hlutir eins og að kópera skrár inn í konteinerinn þegar það er búið hann til og svo að lokum hvað á að gera þegar konteinerinn ræsir upp, hvað á að ræsa. Og til þess að búa til image úr svona Docker-fæl þá það gert með eftirfarandi hætti. Það gott að setja tagg ef maður ætlar að til dæmis að senda imageið í geymslu á Docker Hub.
og ég ætla að kalla þetta Halló utímessa. Svo tilgreini ég að ég ætla að bilda Docker skrána sem inn í þessari mappu, þess að setja í punktinn. Og þá fer ferillinn í gang að hún fer í gegnum skrána, bildar konteinerinn út frá þessum forsendum sem ég var búinn að gefa. Þarna var búinn að sækja stýrikerfið, ég var reynda búinn að gera það fyrir, þess vegna tekur þetta stundum tíma. Og í framhaldinu sækir hún Apache og setur hann inn. Og þarna sjáum við til dæmis í skrefi númer 9, þá hún að kópera skrána inn og svo tilgreinum við hérna entry pointinn og svo klárar hann og segir hérna successfully built í lokin. Og nú ættum við geta fundið þetta image okkar með Docker images. Þá sjáum við hérna komin opin kerfi Halló utímessa. Og ef við ætlum að ræsa þennan container þá myndum við gera það með Docker run og svo segjum við að við ætlum að tengjast porti 810 á vélinu okkar og svo tengja það við port 810 í containernum og köllum containerin utímessa og svo tilgrunum við containerin í lokin eða imageið, réttar sagt. Sjáum hvort þetta gangi. Og ég hefði getað bætt við þarna ræsi rökum að keyra containerin í bakgrunni, en ég gerði það ekki í þessu tilfelli. Þannig að ef ég fer núna þá svarar containerin og við getum skoðað sem dæmi þessa indexskrá til staðfestingar. Sjáum við hérna að ekki allir í stuði það sem var innihaldið í skránni. Ok, ég ætla ekki að klára, það vantar aðeins upp á þarna þess að ég verið að fara inn í containerin og svo framvegis en þessi vídeó verða aðgengileg. En svo þegar maður búinn að búa til kannski sína eigin útgáfu af Docker image og hérna kannski búinn að búa til eina þjónustu og svo ætlar að búa til aðra, þá getur maður búið til þessu svokölluðu samsettu þjónustur og hér dæmi samsetta þjónustu þar sem við erum að búa til bara lítinn álagsjöfnuð. Vissulega eru þessi cloud schedulerar sem eru í Docker Swarm og annað og Kubernetes líka. Þeir bjóða upp á að skala á milli bakendana, þannig að kannski óþarft, en þetta svona dæmi hvernig maður getur verið bara í ein labbi að búa til svona ákveðna tækna á þess að vera með schedulera lokali á vélinni. Þannig ég nota Docker Compose. Þessu sínum dæmi, ég ætla að sýna ykkur hvernig við getum búið til samsetta þjónustu sem samanstendur af fleiri en einum container. Nú skoðum hérna innihaldmöppuna sem ég í. Þá ég með eina skrá sem heitir Docker Compose og YAML skrá. En þetta skilgreiningaskrá sem að Docker Compose leitar að. Ef við kíkjum í innihaldið á möppunni, skránni fyrirgefi, þá lítur hún svona út. Inn í henni erum við með skilgreiningu á framenda, þar sem að ég að búa til lítinn álagsjöfnuð. Og ég að segja að í þessum álagsjöfnuði á ég á port 80 að vera opið og svo ég að tengja við bakendana. Og ég líka að setja dependency skilgreiningu þannig að þeir ræsi upp í réttri röð að bakendarnir fari upp á undan. Og svo að lokum ég með bakenda 1 og bakenda 2. Undir eðlilegum kringumstæðum þá væri þetta
mjög líklegast einu og sami bakendinn skalaður út sem margir konteinerar af sömu gerð. En til þess að sýna round robin virkni þá er ég með sitthvorn konteinerinn. Og ef við ætlum að keyra þetta þá notum við Docker Compose og til þess að ræsa þjónustuna, þessa samsettu af þessum 3 konteinerum, þá ger ég Docker Compose up og ég ætla að setja -d til þess að hafa hann í detached mode, þannig að hann fari í bakgrunn. Ekki deepheads mode. Og ýtum á enter og þá fer Docker Compose í gang og ræsir þessa 3. Nú til gamans þá getum við valið að fylgjast með loggunum meðan við brásum vefinn. Og þarna sýnir hann að hann er búinn að tengja þetta og við erum núna tengdir þessum konteinerum. Og við förum núna yfir í browserinn og förum inn á HTTP og á computer, þá svarar vefurinn. Sennilega verið í skyndiminni hérna fyrst að séðan, en leið og ef við byrjum að refresha þá sjáum við að hann er að hoppa á milli bakenda 1 og bakenda 2 og á sama skapi breytist textinn á síðunni. Ok, þetta erum við búin að leika okkur aðeins með bara eitt image og svo búa til fleiri og tengja það saman. Docker Compose, það er komið ný útgáfa af Docker núna 1.13 og þá er hægt að búa til skilgreiningu sem er hægt að senda inn í Swarm sjálfan. Þannig að þegar við erum búin að bilda upp í rauninni þennan strúktúr, þá getur við sett í rauninni líkt og í Kubernetes, getur við sett í rauninni hvað margar replikur eru að vera í gangi og svo framvegis. Læt fylgja með bara ef einhver hefði áhuga á þessum glærum eftir fyrirlesturinn að svona smá svindlblað. Og svo kemur að því að reka þetta einhvers staðar, að það er að setja þetta í gang einhvers staðar, þegar við erum tilbúin með þetta og þá eru meðal annars Docker Swarm sem ég nefndi áðan. Það er í rauninni þessi svona Cloud Orchestrator, hann sér að þá að stýra þessu. Og það eru nokkrir möguleikar þegar maður er að senda inn konteinerinn, hvert á hann að fara, þegar þú með kannski nokkrar compute nóður sem ætla að keyra þetta fyrir þig, að þá getur þú valið mismunandi svona strategís fyrir það. Þú getur annarkvæmt bara targetað einhverja nóðu sérstaklega eða þú getur valið í rauninni policy að fara áfram á þá sem með fæstu konteinerana eða sem er minnsta álagi jafnvel eða bara handahófs. Og svo er þetta að tagga images líka. Þú getur sagt þú getur taggað til dæmis nóðu, sagt að þú með einhverja compute nóðu og ætlar að segja þetta er development nóðan mín. Og svo getur þú taggað image á móti og þegar þú shippar henni inn þá veit hún ég á að fara á development nóðuna en ekki production. Sama með Kubernetes, það er annar svona cloud scheduler og það er svona svipaðar eiginleikar þar. Þetta er flóknari pakki að fara í Kubernetes en þetta er búið að vera lengur við lýði, þar að segja Kubernetes og Borg þar á undan. Þannig að það er svona vel reynt en svona ef maður ber saman Swarm og Kubernetes þá er kannski ekki komin eins mikið reynsla á Swarm. Þannig að þá ætlar að sanna sig aðeins. Og það er svona eins í Kubernetes þá er svona hvernig hann reiknar forganginn þegar þú ert að koma inn og það er verið að sækja request inn í einhvern container þá er alls konar policies sem maður ætti að setja á það hver á að svara fyrst og svo framvegis. Og svo eru fleiri í rauninni cloud scheduler sem þú getur sett containera inn í. Það er hægt að setja container inn í Hadoop kerfið og það er hægt að setja hann í Apache Mesos. Og svo eru líka vörur eins og OpenShift frá Red Hat sem að setur inn í build process ofan á Kubernetes sem dæmi og frá HashiCorp Nomad. Þannig að það eru nokkrir möguleikar í boði. Það er bara spurning að velja
einhvern af þeim. Ég var ekki með meira í bíli, en það er hérna eitt fyrirlestur, eitt vídeo hérna inn á sem maður er hægt að horfa á síðar þegar þetta verður public á netinu. Eru þið með einhverjar spurningar? Já, þarna kemur þetta samspil, svokallega DevOps samspil, að þú kannski þarft að fá með þér, með þú ert að builda imageið, þá þarftu kannski að fá sérfræðing sem að þekkir stýrikerfi inn og út og þekkir öryggi í stýrikerfi. Þú vilt kannski involvera hann og segja, heyrðu, getum við builda núna eitt stykki stýrikerfi saman sem ég veit að er öruggt og er í lagi og ég ætla síðan að setja kóða minn hann inn og láta hann keyra. Þannig að þarna kemur þetta svona kannski samspil milli kerfisstjórana og forritarana. Að svona meta það að, þú veist, á ég að nota Ubuntu eða á ég að nota CentOS eða á ég að nota eitthvað annað, þarf ég að nota SE-Linux eða ætla ég að vera með mjög hátt öryggistig til dæmis. Ætla ég að vera með, þú veist, mandatory access control eins og ég er í SE-Linux eða eitthvað þýmlíkt, sko. Þannig að, já, þetta er náttúrulega dregur menn saman og kannski góða við þetta að búa til svona Docker-skrá, þú ert að skjala uppsendingaferli frá A til Ö. Það er ekkert út við það. Þú getur þá allavega að sé það í ferlunum að ef þú divertar frá ferlinu, þú getur tekið svona container sem þú er búin að setja í keyrslu, getur loggað inn á hann, gert breytingar og kommenta því sem næstu útgáfu. En þú sér þá líka alveg svo í útgáfustýringu í kóða að imageinu var breytt. Þannig að þú komið með rekjanleikan líka niður á hvað var gert. Já, ég myndi segja að það var alltaf mjög mikilvægt að þeir sem reka stýrikerfið eða undirliggjandi infrastruktúr, ef þetta er eitthvað sem, ef mennum er umhugað öryggismál, að þeir rýni í rauninni Docker-fælinn, rýni hvernig í rauninni kerfið er byggt upp. Þannig að það getur komið með athugasemdir á það að ok, þú ert ekki alveg kannski on top of things með stýrikerfið og þú þarft að herða öryggi þarna. Þannig að þarna kemur aftur þetta DevOps samspil, sko. Fleiri? Já. Fleiri spurningar? Það er náttúrulega, já, það var að velta fyrir sig með sessjónir og annað, hvernig þessu er viðhaldið og væntanlega persistent, ekki satt. Það er náttúrulega hluti af containerunum að þeir eru í meginatriðum stateless, þannig að þessu gamingar upplýsingar þeir eru búin að henda þeim niður. Þannig að svona, þegar maður er að byrja þá er maður kannski, það er hægt að vera með volume containera, það sem maður getur gemt í rauninni persistent gögnin og þau eru hugsanlega möppuð eitthvað stærri inn í fælsystem sem er persistent. Eða þá að það eru container driverar þar sem þú getur fengið persistent storage frá gagnastæðum og öðru. Svo er líka eins og með session persistence, þá eru menn kannski farnir að tala að setja upp Redis eða einhvers konar session key value store til þess að halda utanum sessionin á milli containerana. Þannig að þeir sé að tala saman internally þegar þeir eru komnir í loftið, það sé einhvers staðar mekanismi kringum það. Einn spurning í viðbót. Ég held að það sé eiginlega bara mjög líklegt að menn sé að gleyma sér það, sko. Mér finnst það bara, öryggismálin eru oft, þetta er mjög auðvelt bara að púlla eitthvað niður og bara fara að nota það. Og þess vegna, eins og þegar ég er að skoða images á Docker Hub, þá er ég að skoða, er þetta official build frá framleiðanda til dæmis, ef ég er að taka til dæmis gagnagrunn sem bara MySQL eða eitthvað, MariaDB, þá skoða ég, er þetta pakkað af þeim, svo rýni ég í Docker-skrána, skoða hvort hún sé í lagi, og svona út frá mínum forsendum, hvort það sé eitthvað óleitt í gangi þarna. Og svo er eins og
það komið upp að menn eru farnir að bjóða upp á eins og Docker Hub, þeir bjóða upp á security scanning. Þá eru þau komið með svona assessment á það, þetta nógu öruggt, verið að fara eitthvað út fyrir það sem telst eðlilegt. Þannig að það eru svona þjónustu sem eru í boði þarna. Já, algjörlega sko, og það náttúrulega þess vegna nefndi ég eins og bara SL-Linux og þú veist, þessar hluti, að þú veist, eru menn að spá í stýrikerfi sem getur enforcað slíka hluti. Þá er þar komin umræða, á ég að velja Ubuntu eða á ég að velja, þú veist, CentOS eða Red Hat-based stýrikerfi sem dæmi. Svo náttúrulega má nefna það að það er náttúrulega líka Windows nýlega komið inn í þennan pakka líka, að þú getur verið með Windows Nano server á þessu þar líka. Og aðferðafræðin basically svo sama, þú ert að vinna þetta á Windows á móti Windows þjónustum. Já. Við þökkum Samúel kærlega fyrir þennan fyrirlestur og núna messukaffi og við komum tilbaka 15:45.